Góðan daginn og velkomin í þátt númer 99 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er mánudagurinn 9. nóvember og ég ætla svona að reyna að fara að koma mér í rútínu aftur hvað þetta varðar. Allt annað er náttúrulega bara í ruglinu þá út af veirunni og svona, en hérna, já, ég ætla að reyna að fara að koma þessu frá mér tveggja vikna fresti eins og mér finnst þægilegast að gera. Nú, ég vil bara biðja alla gamla og nýja hjartanlega velkomna. Það er bara hefðbundin dagskrá. Það eru klárverki, vinnslu og hvar á döfinni og hvað þetta í pókan og gesp og sokkavélinn og lífið og bara allt þetta hefðbundna. Ég held að sé svo sem ekkert eftir neina að bíða, annað en að ég þakka innilega fyrir allar kveðjurnar sem að komu frá ykkur eftir síðasta þátt. Kunni virkilega vel að meta það allt saman. Það er rosa gott að finna allan þennan hlýhug hérna úti. Maður er svona aðeins að ná áttum aftur eftir þetta. En já, þetta er samt lífið og skrítið eins og er að það búið að taka svona stæðsta límið úr hversdagsleikanum hjá manni að já, það er bara þannig, en það kemur allt. Nú, klárinn, það glittir í eitt hérna, svona, það vantar tölur reyndar, en þú veist, það kemur. Þetta er Felix Cardigan. Ég var nú eftir búin að gera Felix peysu, en ég held ég hafi svo á endanum gefið hana. En þessi er úr frá Drops og er eins og Fizz og bara ótrúlega þægileg. Og það eru nappagött. En ég á eftir að gefa mig tíma í að finna réttu tölunar í þetta, en þangað til þá bara er hún svona bara kósí utan yfir. Það er hérna mér að segja spottið tilbúin í töluvinnu þegar að því kemur. Nú þetta var bara mjög í rauninni, þetta er eitt af þessum verkefni sem ég fitjaði upp á eftir henni vor og fitjaði upp á 1.012 peysum og náttúrulega svo fjallist mér bara hendur og grýtti svo öll frá mér og fór að gera eitthvað annað. En núna er ég svona smám saman að komast í gegnum þá póka. Einhverju hluta vegna er engin sérstök löngun í að taka svona trilling. Ég held að það sé bara, þú veist, ég er að ná mér í hendinni og það er bara búið að vera brjálæðislega mikið í gangi. Bæði vont og gott og ég hef bara ekki haft svona headspace, hausinn til þess að taka eitthvað trilling, og það er líka bara alltaf fínt að vinna í eitthvað sem er bara búið að taka til fyrir mann og þetta er eitthvað sem ég langar allt, held ég, til að klára. Ég tek bara fram eitt póka í einu og það sem er í honum, það fer ég að vinna af þessu gamla. Ég er búin að vera alveg ógeðslega þreytt síðustu daga. Kannski ekkert skrítið, maður er búin að vera á þeytingi, sofa illa og vera bara almennt í uppnámi, þannig að það verður brjálæða geispi hérna. Bara, það er búið að vera eitthvað. Nú, já, þannig að mér finnst þetta ég er algjörstæði. Að það eina sem að, sko, þegar maður skólar úr því, þegar maður er búin að búa með flíkina, það er svo brjálæðislega mikil óhreinindi í bandinu. Það er sennilega því þetta er svona loftblásið inn í túbu og þetta grípur allt með sér einhvern veginn þegar að vera að vinna gatnið. Og það var bara ógeð vatnið þegar ég var að skóla úr þessu
og ég var alveg bara, ég vildi, þetta svona gatt sem maður myndi gjarna vilja geta skóla áður maður byrjar að vinna með það. En ég reyni bara alltaf að vera mjög dugleg, ekstra dugleg við að þó mér hendurna þegar ég er að vinna með Ég er ekki að djóka, sko. Meðan að geispa. En, hei hó. Og þetta bara, sko, ég átti eina svona dökkgráa peysu með svaka þykkum kraga og hún var bara allt of stór orðin á mig og þannig ég gaf hana en mér langaði alltaf í að eiga peysu úr Þannig að þessi komin. Hérna hendin sem að gróa. En þá svolítið bólgin og stíf en þetta alltaf að koma. Síðan næsta klár, það eru enn eitt parið af jólasokkum úr sokkaprjónavélinni. Það sem ég geri túpurnar og set svo tá, stroff og hæli eftir á. Og þetta frá The Cozy Knitter 2019 liturinn hjá henni, jólaliturinn og ég held ég í 2018 líka, ég held að styttist í hann, ég held ég sé að fara að gera Miracle on 34th Street frá Dóttir Dæverks næst, ég held að það sé næsta rúllunni og síðan kemur aftur Cozy Knitter og ég gerði bara eina endurtekningu eða tvær endurtekningar af strípunum og þetta svo afgangurinn sem ég set ekkert aftur í vélina seinna á. Þessi sokka sem kom út þessu verða sjálfsagt eitthvað aðeins minni, það ég bara samt veit það ekki, ég hef ekki pælt í. Það eru 120 gram af garni. Mögulega nægja alveg 2 pörum, kannski þetta að hugsa þannig. En ég setti svo bara svona ljósgráan fabel sem ég átti í hérna tána og hælinn. Og þetta tekur mig svona lengri típuna af kvöldstund að klára eitt par. Setja hælana á stroffið og tána. Þannig að, já. Ég var löngu búin að ég gerði þetta á sokkaprjónavélinni ekkert í sumar og svo bara, þú veist, það ég ekki búin að komast í að vinna allar þessar tilraunarúllur sem ég gerði og svona en þetta mjakast. Og það svona stefnan hjá mér að reyna að gera allavega 1 par á viku alveg og einbeita mig svolítið að jóla núna. Þannig að ég átti að skóla úr þessum, ég hugsa að ég geri nokkur pör í viðbót, eða sérst allavega svona 2 í viðbót fyrir desember og 2-3 og skóla bara úr því öll í einu. Og og svo bara styttist í að maður fara tölta í alls konar jólasokkum. Talandi jólin, við það náttúrulega bara búið að vera hvetja til þessu alls konar og við hjónin erum nú ekkert eitthvað sérstaklega mikil jóladýr en en það þú veist, það engin snjór, það rosalega dimmt úti og það náttúrulega búið að vera eins gleðilegt að vera búin að eignast fjársjóðin í barnabörnunum og þá var maður líka bara helaumur en þá af móðurmissinum og við bara drifum okkur í að setja upp jólaljósin í gluggana. En þau eru nú ekkert eitthvað rauð eða marglít, þau eru bara glær og við gátum nú ekki alveg, sko, en Grinns var settur svolítið til hliðar í ár. Hann fær ekki að ráða núna. Þannig að við erum búin að setja upp seríur í alla glugga og það er rosalega notalegt. Og og það er bara fullt af fólki að sér maður út allan bæ sem er að drífa sig í að setja upp. En þá eru klárin komin, það var þessi 2 núna. Ég náttúrulega var með þátt. Það er bara á miðvikudaginn síðustu. Hvað læti í stelpunum? Nei,
29. október sýnist mér. Já, miðvikudaginn þar síðustu viku. Og það sem ég er búin að vera að vinna í ég er búin að vera að vinna áfram í teppinu þarna frá Grandma with Love og ég á eftir 2 liti af 6 í því. Þetta er seinasta litur sem ég fyrir að vinna í. Svo á ég alveg möguleika á að bæta 7. litnum við að mér finnst það ekki vera nóg. Þá myndi ég bara nota hvítu flóragatnið frá Drop sem ég er að nota til þess að klára dúlurnar. Það er inn í stofu ég er búin að sýna ykkur 7000 sinnum, örglega. Og þá hef ég kost á að gera bara, ef mér finnst það ekki nógu stórt, þá ætla ég bara að gera úr flórunni hvítar dúllur með. En ég ætla allavega að klára þetta og sjá hvernig það lítur út. Þannig að ég er búin að held ég að ég kláraði ljósgraflitin og ég byrjuði á einum svona orange og svo er þessi svona brún burgundi litur eftir. Ég er að gera afmælispeysu, afmælisgjöf á Hrafntinu, elsta barnabarni. Og það er ofsalega falleg peysa með svona dúllulaska ermum og svo heldur munstri áfram niður bæða framan og aftan á peysunni. Og ég bara er á bolnum núna, mjög gott sjónvarpsprjón og ég er að nota lerki og pantaði örugglega bara geta ekki verið Maró.is eitthvað leið. Hún er eitthvað óskipuleg. Þetta er litur 8123, svona gammel rós. Óslega fallegur. Og það er líka eyrnaband í settinu þetta mist peysa og eyrnaband. Mist. Og ég gerði auðvitað eyrnaband. Ég pantaði alveg örugglega nóg til þess að gera það. Þannig að þetta er það sem ég er að vinna í á milli sem ég er að pröfuprjóna stykki fyrir Stephen. Og þegar það kemur eins og núna er ég að bíða eftir framhaldinu á öskastunni, þá er ég að snuddast í peysunni og hvað var ég að segja? Jú, ég mér reyndar, þetta er búið að blunda rosalega lengi í mér, þar sem ég ætla að fara að sýna ykkur næst. En ég á náttúrulega svolítið mikið af mínjum og í þessu þessu er fullt af litum sem að ég bara sé ekki fyrir mér að ég noti í eitthvað þetta í sjöl eða eitthvað svoleiðis, allavega ekki á mig, þannig að og ég veit að það eru margir sem gera þetta sem að eru svona mini-horterar eins og ég. Og þeir bregða það ráð. Datt ég bara ég að fara að tína úr þessu sem ég langar að gera. En það er það eitthvað sem ég þarf að gera. Ég þarf eiginlega að fara að setja í sér poka þar sem ég vil nota í þetta verkefni. En ég er svona að grípa hérna fljótu bragði. Þetta er það sem er svona ekki í litapalettinn minni þannig og þetta er svo fallegt, ég elska svona minis og ég er náttúrulega með þessi karfa ástæðast að vera í þessu tómahólu og ég er með gatn og peysun sem ég sýndi ykkur frá síðast sem ég ætla að ganga frá og ég nota eflust eitthvað af því
í þetta verkefni af því það er svo mikið eftir af garninu þarna og líka hérna upp er dolla með mínjum og hérna niðri. Crazy. En ég fór í svona áskriftaklúbb og þá fékk maður svona fullt af litlum mínjum. Fór í gegnum hérna Grocery Girls, þá fékk maður 20% afslátt og þetta er svona sýnishorn af frá handliturum og ég held ég hafi tekið þátt í fengið sem sagt 4 mánuði. Þá fær maður 10 svona litla gaura á mánuði. Ég valdi að hafa það annað að ég fengi 2 og 2 bara út af sendingu og tolli og öllu þessu. Og þá ertu að fá svona uppvafna litla gæja. Og annar er hérna Explorer Knits and Fibers, Woolen Boon. Já, þetta er bara þannig að ég tók mig til og þetta er allt svona 10 gramma dúllu hérna hespur og ég tók mig til og ég byrjaði að gera svona ferninga heklaða og 3,5 mm heklunál og þetta er bara mjög hefðbundið og bara í gærkvöldi meðan fórum að glápa á sjónvarpið þá gerði ég hérna þessa 4 og er að vera búið með þennan 5. og ég ákvað að rúlla þessu upp og setja hérna böndin sem voru á garninu bara utan yfir á meðan. Ef það skildi nú vera eitthvað sem mér langar til þess að stúdera betur. Þetta er allt hérna, en þetta allt svona litir sem ég myndi ekkert endilega setja í eitthvað á mig en fullkomi í svona verkefni og svo náttúrulega heklaði bara eitthvað hlutlausan lit í kring og festi þetta saman og úr þessu verður fyrir rest teppi og ég er nú búin að tína bara hérna eldsnögt eitthvað slatta af körfuna sem ég get nú bara tínt þetta í sjá, körfu, glæra krukku þetta var ég bara svona að grípa í fljótu bragði úr þessari bastkörfu þannig að þetta er voða næs og svona nánast heilulaust ég þarf reyndar alltaf þegar ég er að hekla og þarf ég svolítið að horfa á hvað ég er að gera það er náttúrulega bara reynsluleysið held ég en ég nefnilega fekk eitthvað skrítinn sting í hendina var búin að prjóna svolítið mikið þannig að ég hugsa, nei, nú kom pása á þetta og gera eitthvað annað það er svona fekk ég leyfið þá til þess að byrja á þessu já, þannig að þetta er bara svona eitthvað og þægilegt dæmi Svo er ég búin að, ég veit ekki, ég held ég að gert 1 eða 2 umferðir af peysuna úr garninu, hérna búblugarninu frá Kristínu í Vatnsnes. Þannig að ég þarf að halda svolítið áfram með það og eins og ég segi sokkana og teppin frá Grandmother's Love og þetta nýja og bara öll hinn. Og síðan var ég bara rétt á henni ég kveikti á upptökunni þá keypti ég 1 poka úr hérna hillunum með gömlu uppfittunum. Þar er þessi. Það reyndar svolítið galið að vera að fara að hella sig í þetta í þessum myrkri sem er komið en ég get bara kveikt ljós til að sjá hvað ég er að gera. Ég er alveg byrjuð með hérna svona svaka stykki. Guð, það verður eitthvað að finna út hvar ég er stödd. En þetta er þessi hluti held ég alveg örugglega. Og ég er að nota þetta Dolce Kid Mohair og Kid Silk svart frá Drops. Bara bæði kolsvart.
sjá hvort ég finni mig í þessu. Ég held ég hafi verið gáð og verið búin að merkja inn hvar ég er stödd. Eða er ég bara... Nei, já, þetta er svona endurtekning. Þannig þetta er samt svona svolítið, ég get sennilega ekki verið að horfa á eitthvað með ég er að koma þessa stað hérna báðum megin og en þá er hljóðbók eða músík. Þannig að þetta er það sem ég langar að fara svolítið að klára núna. Það ef við kannski bara kíkja, það er ekki margar töskur þarna eftir. Ég langar svolítið að sjá hvað er í þeim. Kannski er eitthvað sem ég bara er ekki bara að halda áfram með. Og þá get ég bara farið að ganga frá því. Kíkja í það. Hér í þessum poka er já, ég ætla að gera hérna Anchor Summer shirt eftir Petitni. Það var nú fínt að svo sem sko ekki alveg að fara að nota hana akkurat núna, en ég ætlaði að gera hana úr þessu. En sko það verður samt ekkert að geyma þetta of lengi einfaldlega af því að og ég veit aldrei hvenær, eða hvort maður komist eftir í gatnið aftur. Ég held samt að hún sé áfram með þetta hérna í Gallerí Snotrö Papyrus garnið. Þetta mun ég alveg ætla mér að gera. Það hér eru húfur og sokkadæmi á allar litlu drottningarnar mínar. Jú, þetta má alveg vera hana. Það er nú kannski bara að setja þennan gaurinn í stofu. Svona smá prjóna dæmi. Hérna er örugglega Aloha peysan sem ég langar alveg rosalega ennþá í. En hún er bara, já, það er eitthvað mynd á þessu. Þetta er úr, ég ætla svona feita svolítið garnið í hana. Ég á, held ég sé þrjár hespur í viðbót úr þessu setti, 3 ef ekki 4. Þannig ég held áfram með þetta, einhvern tímann. Hérna er líka babydæmi. Ég ætla að gera djöflahúfur, það er svona ungbarnahúfur úr baby alpaka silk. Ég skal druslast í það, setja það með mér inn í stofu. Þetta er svona smærra verkefni þá. Og hér er svo annað uppskriftin af þessu. Það er ekkert rosalega mikið búið að gera svona fatakins eða mér langaði að gera peysu úr svo garni og ég fann uppskrift bara inn á Garðstudio sem ég er ekkert, eins og ég hef oft sagt áður, ég er ekkert brjálæðislega spennt fyrir því, en það er uppskrift þar sem að er gagngert gerð fyrir þetta garn og ég geri hana. Þetta er svona eins og með hina sumarpeysuna að liggur ekkert á henni en mér langar ennþá til þess að gera hana. Þetta er í rauninni allt og sumt sem að er í gangi. Svo er ég ennþá að langt sem ég teki hérna ég er ekkert að taka svo körfu, það er teppið út í úr plötulúpa
út í horni þarna sem að ég var að gera fyrir mömmu mína. En núna náttúrulega er ég ekki að því og veit ekki hvað verður það. Væri ekkert óvitlaust að halda áfram með það og nota það teppi í tjaldvagninum. Svo er hérna teppi hans Himma. The Burrow Blanket eftir K.F. Jones í Bakery Bears. Og maður er með 2 þræði saman í einu. Ég þarf bara að fara að taka þetta en ég þarf bara að taka bara, mér langar svo að fara að halda áfram með eitthvað þessu. Ég ætla bara að taka þetta inn í stofu. Það er alveg sama, ég á þessu stofu, hún má alveg vera tróðfull af því sem ég langar til að fara að klára. Þannig að ég er með sem sagt núna þá þetta teppi hans Himma, From Grandma with Love, hekluteppið og þetta hekluteppið. Já, 4, það er bara fínt. Þannig að ég hérna, já, ég bara held áfram með þetta. Herðu, svo var nú eitt ansi gott, ég er að hérna augun í akrílgat sem ég var að reyna að selja. Nema svo komst ég að því að ég hafi gert teppi fyrir Hrafntinu, þessu elstu, úr þessu gatni og þetta er bara vinsælasta teppið á því heimili, það er svo rosalega mjúkt. Þannig að ég hætti að selja og mögulega bara er ég að fara að gera eitthvað stórt teppi fyrir þá fjölskyldu. Af því það var bara svona kúru teppi fyrir hana. Það sem þetta í töskuna, bókan, annars er hérna Vatnsnes og fleiri litarar og hönnuðir ákváðu í október að safna hluta af ágóðanum af sölunni hjá sér til styrktar krabbameinsrannsóknum og ég pantaði mér gald frá Kristínu Vatnsnes og þetta var allt svona með tenging vísan í bleikt og ég fekk mér eitt svona sett sem að hún kallar Hot Stuff og Goddess, sjúklega fallegir. Þessi hérna skilar, hann er mikið rauðari allavega á símanum en hann er í raun og veru, hann er meira svona burgundi en þeir eru sjúllaðir og þetta er 75% merunaull og súpuós og 25% nælon. Þetta eru samtals 100 grömm og svo fekk ég mér svona þetta litla hespublæti mitt á sér engin takmörk. Það er bara eitt svona helgulegt sett með. Síðan er tilraun eldhúsi enn í gangi hjá henni Eddu, ég gat búið Eddu. Og auðvitað fekk ég mér það. Svo var hún að byrja með geðveikt spennandi klúbb sem ég held að það sé uppselt, afsaki, staðans að færa frá tilkynningu. Ég held að það sé uppselt í klúbbin, en ég veit samt ekki, sko, ég keypti mér bara 1 mánuð, það var hægt að kaupa 3 mánuði líka. Og ég ætla svo bara, já, sé svo bara til hvað ég gerir næst, en það er mjög spennandi, þú færð gagn og eitthvað svona spennandi með því. Og ég, svona eins og það er búið að tala að sumir er að bara safna þessu tilraun eldhúsinu og ég er svo sannarlega ein af þeim og langar samt náttúrulega þegar upp er staðið að gera eitthvað úr þessu öllu saman, en ekkert víst að það gangi, en ég allavega tími ekki að nota þetta ennþá. Það er ekki bara alltaf. Já. Fleira datt ekki í pokann. Það brjálað stuð á sokkavélinni og þið bara láta mig vita ef þið hafið áhuga á að nýta ykkur þá þjónustu og get bara sendt mér skilaboð í gegnum like-síðuna til dæmis á Facebook, Sokkasnákar Helgu eða inn á Instagram. Ég bæði með fyrir
vélina þar, Instagram reikning og svo bara Helga A71. Getið sendt mér líka skilaboð þar bara. Nú, svo bara svona blaður í lokin. Ríkidæmið jókst fyrir viku síðan. Við höfum litla Valdísi sem viku gömul. Hún átti að koma, mamma var bókuð 19. nóvember en henni fannst engin ástæða til þess að bíða eftir því. Stóra systir hennar afmæli 20. þannig að hún kom á mánudaginn fyrir viku. 2. nóvember, gekk rosalega vel. Hún fæddist í Reykjavík, einfaldlega því að dóttir mín flogveik og þarf að vera við þannig aðstæður að hægt sé að grípa inn í ef eitthvað kemur upp á. En af því að 2 fyrri fæðingar hafa gengið vel, þá var ákveðið að leyfa henni að ráða hvernig þetta fær allt fram og í hinum 2 fæðingunum er mænudeyft til þess að geta gripið betur inn í ef að hún myndi fá flogi eða eitthvað, en hún sýndi í báðum fæðingunum engin merki það að áreynslan væri að tryggja eitthvað hjá henni. Þannig að hún fór bara í gegnum þessa fæðingu án þess að fá Panodil og bara gekk rosalega vel. Hún fæddist klukkan 6 á mánudagsmorgninum og þau voru komin hingað upp Akrans klukkan 12 á hádegi með litlu Valdísi sem náttúrulega bara fullkomin og núna og það alveg synd að við erum ekki ennþá farin að fá að knúsa þessi litlu kríli okkar, hvorki tvíburana né hana, en við megum alveg koma inn og bara vera með maska og vera skynsum og en það var alveg geggjað að mynda allar saman núna, tvíburana og Valdísi, því að tvíburarnir eru ennþá bara A og B, það er ekki konum með nafn, en Valdís hún nefndi eiginlega strax og að því þær eru allar jafn stóra núna. Valdís reyndar styttri og svona alveg augljóslega nýfædd, en hinn orðnar aðeins mannalegur og lengri, en þær eru allar jafn þungar og þær eru allar með kolsvart fullt af hári og það væri svo gaman að fá mynd af þeim öllum saman. En þetta er toppurinn á tilverunni og Valdís kom algjörlega á hárréttum tíma og ég segi það að hún sagði það við dóttur mín að hún greinilega með geðslægi hennar mömmu. Hún bara, henni veist voða gott sofa og þegar hún er vakandi þá er hún bara stillt og brúð og drekkur bara og ekkert vesinn. Hún bara, lífið er bara ljúft hjá þessari litlu mannveru. Á meðan að tvíburarnir eru reyndar rosalega góðar, en þær eru með magakveisuna til skiptis sem er líka ágætt. Það sé ekki báðar á orginu í einu og pappinn er nú ennþá í fæðingarorlofi og verður eitthvað áfram, held ég, og þannig að það er auðveldara fyrir þau að ráða við þær á meðan þær eru að gangi í gegnum þetta kveisutímabil. Að vera bæði með þær, þá geta þau alveg, að því að þær eru svo sem ef önnur eru á orginu þá er hinn ekkert að vakna eða neitt svoleiðis. Þær eru voða góðar og líður rosalega vel þegar maginn er ekki stríðan. En þetta er mjög erfitt að fá ekki að knúsa þær og svoleiðis, en bara ég ber bara svo mikla virðingu fyrir óskum foreldrana og tilmælum heilbrigðisstarfsfólks að ég er ekkert að æsa mig yfir því að fá ekki að hnoðast í þeim. Það kemur að því. Já, þannig að við erum komin með 3 stelpur til viðbótar í hauginn okkar og þær fæddust tvíburarnir 5. október og Valdís litla 2. nóvember. Þannig að þetta er á innan við mánuði sem við fórum úr 3 barnabörnum upp í 6 og svo hefur við 1 lítinn englastrák. Þannig að þetta er bara eitt best. Og svo eru náttúrulega bara framkvæmdir áfram á heimilinu. Það var verið að skipta
glugga í samegninni og bara þvílíkur munur. Það var timbri, ég skil ekki, það var náttúrulega bila veður hérna held ég á miðvikudaginn síðustu viku og stóð einmitt á þessa glugga og ég bara skil ekki okkur annar glugginn kom ekki inn með eitthvað timbri var ógeðislega morkið og það er strax miklu betri lykt í stigaganginum og svona, þannig að það var alveg löngu komin tími á sérstaklega annað glerið og timbrið. Ég setti mér reyndar sko að því að ég er nýbúin að klára að mála alla hurðakarmana. Við mættum að mála reyndar einn í búr en það er verið að fara að snúa hurðinni þar fyrir okkur í dag, þannig að ég ætla ekki að mála það fyrir það er búið. Það fylgir því svona smá soðagangur og svo átti eftir að mála alla gluggakarmaði innan. Það hefur bara verið svona grunnað og semi-sett ein umferð. Þannig að ég notaði það svolítið á mig að ok, ef þú ætlar að setja upp seríur þá verður að vera búin að mála gluggakarmana. Þannig að ég gerði það. Þannig að ég er búin því. Og svo erum við bara að bíða eftir að það verði komið og þessi hurð löguð fyrir okkur. Ásækki. Svo bara erum við bara að halda áfram í endurbótum á þessu húsi, sérstaklega utan, en þetta er allt að koma. En ég hugsa nú í vetur að þá við verðum nú ekkert mikið allavega í útiverkunum og það er svo sem ekkert brjála hér inni að gera og stendur ekkert til að við ætlum að fara í framkvæmdir hérna inni en það er ekkert sem að er orðið fast í hendi hvenær það verður. Það þarf víst að eiga líka peninga fyrir svona framkvæmdum. Nú, en ég vona bara svo að ég sjá ykkur aftur eftir cirka 2 vikur. Ég er búin að vera að hugsa þetta alla helgina alveg bara, já, ég ætla bara að koma mér rútínu og fara að hitta vinnu mína hérna, hinum megin við skjáinn og já, fara að láta þetta rúlla svolítið eftir. Þetta er búið náttúrulega að sitja á hakanum síðan við keyptum þetta og bara allt þetta sem er búið að vera í gangi. En ég er farin að ég þarfnast rútínunnar minnar. Þangað til næst þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna. Sjáumst vonandi að 2 vikum liðnum. Ok, bye bye.